Já, þá ætlum við næst að víkja sjónum okkar að náttúruvá, því sem að gerast eða ekki gerast á Reykjanesinu. Mörg okkar við höfum beðið eftir eldgosi. Það ansi þanin jarðskorpan skilsmanni, ef hægt að taka þannig til orða. Maður veit aldrei hvað orð maður á að nota í þessu samhengi. En hingað kominn góður gestur, eldfjallafræðingurinn Þorvaldur Þórðarson. Velkomin til okkar. Takk fyrir. Fá svona aðeins stöðu tékk hjá þér. Nú þegar við spjöllum saman þá er klukkan á milli 2 og 3 á mánudegi. Þegar þetta verður sent út í kvöld þá getur vel verið að eitthvað hafi breyst síðan. En ertu enn á því að eins og þú hefur sagt síðustu daga á kollegar þínir að ertu enn á því að það sé mjög stutt í eldgos? Já og nei, vegna þess að móður náttúra, hún stjórnar þessu ekki við. Svo erum við að giska á hvað hún að plana inn í framtíðina, sko. Já. Og okkur getur misfarist í því eins og mörg öðru. Við veitum það náttúrulega að skorpan í Svartsengi, hún komin á þolmörkum. Já. Miðað við alla fyrir mælingar og þá erum við komin með svipað magn og við vorum með fyrir síðasta gos sem hefur safnast fyrir í þessari grunnstæðu kvikugeymslu sem undir Svartsengi. Já. Og hún orðin eins full eins og hún hefur nokkuð tíðan verið fyrir gos. Já. Svo ef við bara notum það orðalag. Og þannig að það þess vegna sem við erum svona í að því að þetta komið tími á að þetta fari nú á stað. Já. Og það bara byggir á fyrir reynslu. Ef kvikan fer ekki upp, ef hún brýst ekki upp, hvert fyrir hún þá? Hún alltaf getur brotist einhverja leið upp, hún getur alltaf flætt í einhverja áttir, sko hún fyrir alltaf auðvöldustu leið, en það er ekki þar með gefið að hún ná alla leið til yfirborðs, stundum gerist það að hún nær því ekki, en miðað við þann þrýsting sem komið núna í kvikuhólfið og ef þetta fer á stað þá myndum maður nú ætla að hún færi alla leið í gos. Já. Og ég held að það getur nú bara gerst raun og veru hvenær sem og þess að við sáum hefur verið að sjá núna á hallamælanum að það aðeins virðist að byrja sig en það getur náttúrulega líka bara verið hyggst í landrisinu þannig að það náir sér að strika aftur og þetta haldi áfram og þá verður ennþá lengra í gosið, sko. Já. Þannig að þetta svona tvíeggja sverð í augnablikinu, getur farið á hvort veginn sem einn möguleikinn, hann ekki, þó hann sé kannski ólíklegur, en hann alltaf með í myndinni að það gerist ekki neitt. Já. Þannig að kvikan bara setjist til hann og ákveði það bara að vera hann á dýpi og kólna í rólegheitum, sko. Og gæti þá sú staða verið uppi að það yrðu ekki frekari gos þarna á þessu svæði? Á Sundhnúkareyninni, ég held að við séum að, sko, hvað sem við fáum gosið ekki, við séum nú að koma að endalokunum þar. Og ástæðan fyrir ég segi það sem sagt að það sem við höfum verið að sjá og þetta alltaf miðast allt við þær tölur sem og þá útreikningar sem hafa verið gerðir og við tökum þá bara á því gildi sem þeir eru að þá hefur sem sagt innflæðið að neðan það sem að ég til að sé að koma úr dýpra geymsluhólfi sem á 9-12 km dýpi að það innflæði upp í þetta grynnra geymsluhólf það hefur alltaf verið að minnka stigminkandi í gegnum atburðin það var í upphafi rétt rúmlega 8 rúmmetrar á sekúndu og síðan datt niður í 7 og 5 og fyrir tvö síðustu gos þá var það svona í 3,8 til 3,3 rúmmetrum á sekúndu. Ef við tökum tíma frá því að landrisi byrjaði aftur og til dagsins í dag að það landris alveg í samræmi við það að innflæðið inn í þessa grunnstæðu kvikugeymslu sé 2,3 rúmmetrar á sekúndu. Sem að þetta rúmmetri lægra heldur en var fyrir síðasta gos. Þess vegna hefur líka tekið lengri tíma að fylla hólfið, þannig að þetta orðið svona lengsta tímabilið án eldgos. Og ef við horfum bara á fræðin, þá sem sagt fræðin segja okkur það að ef að svona flæði í einhverju rás í jarðskorpunni fer niður fyrir 3 rúmmetrar á sekúndu, að þá á sem sagt kerfið mjög erfitt með að viðhalda rennslinu.
Við erum komin niður fyrir 3. Já. Það er ennþá að renna en það dregur alltaf úr því og ef það heldur áfram að draga svona úr því þá náttúrulega enda með því að þetta innflæði stoppar og ef þú stoppar innflæði í grunnrakvíkuhólfið þá hætta eldarnir á sundungarinni en og sem er náttúrulega mjög góða frétti fyrir alla en það þýðir ekki það að þetta eldgosatímabil sé búið það er alls ekki búið og virkni getur þá fært sig annarkvort í eldvarpin eða út á Reykjanes eða yfir í Sveifluhálsinn og það svæðið Móhálsana eða ég vil fara lengra Bláfjöll eða Brennisteinsfjöll þetta er allt saman gosreina sem að eiga eftir að sýna hvað þau geta gert hvað eldgos varðar á þessu gostímabili og það kemur sá tími kemur að þau munu gjósa. Já, sko fyrir utan Grindavík sjálfa og það er hræðilega hamfarir sem að þar urðu og hafa náttúrulega leitt til alveg ótrúlegra hörmunga og eiginlega með mestu ólíkindum hvað þetta hefur þó gengið sæmilega allt saman og fyrir utan svona einstök svæði þarna þá getum við ekki verið sammála það að við höfum verið frekar heppin með upptök eldgosana. Jú, þannig séð við erum heppin að kvikan kom upp það sem hún gerði og þetta virðist alltaf koma upp á milli Stóra Skógsfell og Sundhnúka síendur tekið á já, og þetta er gömul gosrás sem var líka virkt síðast þegar gaus í Sundhnúkum fyrir 2400 árum síðan og hún er virkist aftur núna og er notuð aftur og þannig að það er bara mjög gott að það gerðist, við kannski vissum það ekki að það myndi halda sig við þessar gömlu gosrás en virknin hefur gert það og það er okkar lukka að mörgu leyti vegna þess að það þýðir að upptök eldgosana þau eru þarna upp á heiðinni upp á megin heiðinni og þannig sé raun og veru eins langt frá byggðum bólum eins og kostur er miðað við allar aðstæður sko, og þá er það spurningin sko ef virknin færist til verður hún þá hættulegri, ógnar hún þá það fyrir eftir hvað hún kemur upp ef hún kemur upp á Reykjanesinu og þegar ég tala Reykjanes þá er það sem margir kalla Reykjanes tá sem er raun og veru hællin á stífílinu því að táin hlýtur að vera í garðinum en maður hugsa þetta þannig en sko ef það kemur upp þar þá er það mjög nálægt og tala ekki að það kemur á gosreinin sem liggur eftir norðanverðu Reykjanesinu þá myndi kvikan koma beint upp undir Reykjanesvirkjun og ef það gerist þá við þurfum ekki að hugsa það að dæmi til enda sko. það er ekki gott fyrir þá virkjun og þá starfsemi sem er á því svæði ef hún kemur upp í Brennisteinsfjöllum bara sem dæmi eða jafnvel upp í Móhálsadal að þá er það náttúrulega tiltölulega langt frá öllum innviðum og byggðum bólum þannig að áhrifin eru miklu minni ef að Krísuvíkur gosreinin sem fyrir gegnum Móhálsadal ef hún tegir sig allar í norður í Heiðmörk þá erum við komið með aðra mynda á þetta líka því að þá náttúrulega er Stór-Reykjavíkursvæðið allavega hluta því hugsanlega undir áhrifum frá eldvirkninni ef það kemur upp í Henglinum sem er líka möguleiki að þá er líklegast að það gjósi á svipuðum slóðum og gerði það síðast fyrir það bil 1800 árum og ef það gerist að þá myndi gjósa beintur ofan Nesjavallavirkjun og beintur ofan Hveravallavirkjun og þá er þessir innviðir í hættu eða gís í Bláfjöllum og þá geti þjóðvegur nummer 1 verið í hættu en þetta er allt svona hlut sem við þurfum að hugsa og hvernig við viljum sko, það er svo ég legg áherslu á að við setjum niður og skoðum þetta og förum bara og rýnum þetta mjög vel og síðan reynum átt okkur hvernig getum við brugðist við ef að þessar gosreina fara í gang og setja þessa mikilvæga innviði sem við höfum þarna í hættu og það er mikið betra fyrir okkur að vera undirbúnir undir að takast á þetta heldur en að reyna að fara að bregðast við þegar atburðurinn gerist
við þurfum ekki að fara að byggja einhverja stóra varnargarða eða fara í einhver meira átt að mannvirki. Við þurfum bara að vera tilbúin með áætlunum hvað við ætlum að gera. Ertu svolítið að segja sko að slembi lukka eða slembi ólukka geti orðið sem mun bregða upp bara gjör ólíkum sviðsmyndum? Já, við verðum að reyna að vera aðeins á undan náttúrunni hvað þetta varðar, vegna þess að við getum ekki alltaf treyst á heppnina. Nei. Við erum búin að vera heppin á síðustu 100 árum og svo, með þessa eldvirkni og með skjálfta og hvenær stóri skjálftar hafa orðið, svo 17. júni þegar allir eru úti. Svoleiðis lukka, hún varir ekki endalaust, þó svo maður myndi óska þess að hún gerði það, en við þurfum að vera betur undirbúin. Við höfum ekki verið nægilega vel undirbúin undir þess atburði. Við höfum ekki gefið þeim nægilega mikið hvorki þegar kemur að skipulagi, byggðaskipulagi eða uppbyggingu innviða, hvar við setjum þá og annað. Við höfum ekki tekið tillit til náttúruvár nægilega mikið í þeim efnum. Og það má alveg gagnrýna það hvernig menn byggðu Grindavík upp. Af hverju byggðu menn yfir sprunguna. Og þá með þeim afleiðingu sem því fylgdi þegar hún fór á stað aftur. Og þar fram til gotunum. Þannig að við verðum að taka tillit til náttúruna, við verðum að taka tillit til þeirra hættu sem hún getur búið til. Og samanskapi líka reyna að nýta okkur þess sem hún gefur okkur. En í ljósi þess að þú segir, getur þú reynt að leggja mat á það hver líklegt að Grindavík verði aftur bara blómleg byggð og fólk hópist ýmist aftur heim eða nýjir íbúar setjist að þarna í húsunum? Er hægt að skjóta eitthvað á það? Ég alveg sannfærður það að Grindavík mun byggjast upp aftur og svona ef að þessi atburðir hætta á morgun og þá held ég innan við 5 árum verður komin blómleg byggð aftur og blómlegt líf í Grindavík. Já. Og eina ástæðan fyrir ég segi það að höfnin þarna. Þetta er mikilvæg höfn og hún er mikilvæg til að það er stutt á miðin og þetta er búið að byggja hana mjög vel upp. Þetta er mjög góð höfn mörguleiti og þó svo að þessi atburðir hafi gengið í garð núna þá er höfnin tiltölulega heil. Það er kannski eitthvað að laga þar en ekkert mjög mikið. Og þetta bara ein dýrmætasta höfn á landinu. Þannig að ég sé enga aðra ástæði en það, en fólk muni flikjast í Grindavík þar að kemur sko. Hvaða lærdóm getum við svona dregið samfélagslega af þessum stór merku atburðum síðustu ár? Það sem ég tek svolítið með mér að íslenska æðruleysi, það er ekkert farið úr okkur. Við erum helvíti mögnu þegar kemur að því að díla við brjálæðislegar kringumstæður. Já, við erum, og það verður að segjast alveg og þetta kemur líka fram, held ég, hjá björgunarsveitunum okkar og eins líka þessu sjávar háskapbjörgunni sem við höfum lagt stund á í gegnum tíðina. Já. Við erum ofsalega góð að bregðast við. Já. Og stöndum okkur alveg rosalega vel í því að bregðast við og vinnum þrekvirki á því sviði. Og það má alveg taka og það hefur verið gert í Grindavík og kringu Svartsengi og allt það, svo vinna sem þar er. Já, við mættum kannski tala aðeins meira það stundum. Já, og það er náttúrulega verður að bara hrósa þeim aðeins sem þar koma að og öllum þeim mönnum sem hafa unnið að þessu. Þetta er náttúrulega gerist ekki án þeirra og það eru margir búin að vinna þarna myrkjarn á milli og kannski án lítillar hvíldar. Og lagt alveg feikilega mikið á sig og við verðum bara að læra að meta slíkt. Já. Og meta það verðleikum. Það er búið að bjarga þarna miklum auði sjálfu sér, mikilli fjárfestingu. Hættan er ekki búin ennþá, það er ennþá möguleiki á að eitthvað gerist. Það er ekki, við getum ekki lokað fyrir það. En gæti svo staða komið upp þóttu sér ekki mikla líkur á því að gos brjótist upp bara í miðri Grindavík, ekki satt? Ekki, ég finnst mjög ólíklegt í miðri Grindavík, en það er meiri líkur að það getur komið upp gos sem sagt í Svartsengi, sem sagt bara það sem virkjunin er og það sem Bláa lónið er. Þar hefur gosið áður. Með örstuttum fyrirvara? Við vitum það ekki. Nei.
Við vitum ekki hversu mikið fyrirvarinn yrði þar. Hann gæti nú verið tölverður. Vegna þess að eins og allavega okkar skilningur á hlutunum í dag, þá er þakið sem liggur yfir Svartsengi eða undir Svartsengi ætti maður raun að vera að segja, það sem virkjunin og blána, virðist vera hanga einhvern veginn saman og vera dálítið heilt. Það er jaðrarnir á þeir sem gefa sig og þess vegna fer kvikan upp sem sagt á austurjaðrinum og upp núna upp í Sundhnúkum. Ertu að segja þessi þokkalega örugt að fara í Bláa lónið? Ég ætla nú ekki að já, ég held að það sé miðað við allar semingi. Já, það fyrir alveg eftir hvenær þú ert ef að við erum að segja sem svo að það lítur út fyrir að gjósi á næstu klukkustundum eða næsta degi eitthvað svo leiðis að þá náttúrulega kannski ekki gáfulegt að vera að fara í Bláa lónið. En þess á milli held ég að sé allt í lagi. Þannig þetta fyrir við verðum að vera gera okkur grein fyrir hver aðstæðarnar eru, hafa pínlítið skilning á aðstæðunum og hvenær mesta hættan og hvenær minnsta hættan. En það er væntanlega orðið til mikil ný þekking, ekki Ísland búið að vera miðstöð alþjóðlegra rannsókna, hafa ekki margir jarðvísindamenn komið frá útlöndum að skoða þessa miklu atburði og verður ekki áframhaldandi mikil svona rannsóknarvinna unnin? Jú, það var áður en þessi atburði gerðust, það er margir aðrir atburði sem hafa dregið erlenda vísindamenn til Íslands. Þetta er náttúrulega bara ein stór tilraunastofa sem við erum með. Þetta er raun og verður kannski einfaldasta lýsing, þetta er eitt stórt eldfjall sem er með mörgum gígum sem er að gjósa af og til og hvert gósi náttúrulega er ákveðin tilraun og sem hægt að nýta sér til þess að auka þekkinguna. Þetta hefur aukið þekkinguna mjög mikið og það sem ég tek kannski svona það sem mér finnst kannski standa upp úr samt við þekkingaraukningu og svona mjög mikilvægt þegar maður hugsa bæði okkar skilning á svona atburðum og eins líka hvernig sem það getur brugðist við svo staðreynd og þetta hefur raun og veru komið í ljós ekki bara í kosmannum hann út á Reykjanesi heldur líka í Hólraunsgosinu 2014-15 og eins líka í Kröfluöldum sem sagt á 1974 til 75 til 84 að kvikan þegar hún er að koma sér til yfirborð þá notar hún veikleika sem eru fyrir eins og Sundhnúka gosreynina. Þetta er gosin sem hefur notuð mörgum sinnum áður og nú er hún notan einu sinni enn. Þannig að kvikan hún eldir gosrási sem raun og veru eru til staðar í skorpunni. Hún meira segja líka leitar upp í gamlar kvikugeymslur sem að hún getur nýtt sér aftur og það er sem sagt þessi kvikugeymsla sem er út í Svartsengi og við vitum að hún er búin að vera hann í tölvara tíma sem við erum með jarðhitann þannig að einhvern veginn verður að fá hitan til að hita upp vatni og eins líka er mjög sterkar vísbendingar á það að dýpri geymslar þannig að 9-12 km dýpi undir Fagradalsfjalli hún er búin að vera til dálítið lengi og þannig að þessi eitt af svona helsta sem maður nær út úr þessu er það að það verður að nota þessa gömlu veikleika og þessa gömlu gosrásir aftur og aftur sem að líka segja eitthvað sennilega í framtíðinni og sem það er gos í Sundhnúkareininni eða einhver annari gosrein að þá mun kvika nota þá veikleika sem þar eru fyrir aftur. Þannig við getum nokkurn veginn spáð sæmilega vel fyrir hvar gosi kemur upp. Ég skil. Er fiðringur í þér núna, Þorvaldur? Það er fiðringur í mér alltaf. Þetta er hvað að segja, þetta eru mjög dýnamíski tímar, þetta er erfitt að sömu leyti, þetta er alltaf búið að standa yfir alltaf lengi og reynir náttúrulega á sálatetrið eins og margt annað. En það sem hann lærir á þessu er alveg ómetanlegt og skilningum hans á hvernig svona kerfi haga sér, hvernig kvikan haga sér í svona tilfellum hann hefur alveg stóraukist og bara raun og veru fast upp á annað stig. Er bara spenna þegar líður að tíðindum eða líka kvíði? Alltaf kvíði. Alltaf kvíði líka? Já. Það sem betur fyrir er þetta litlir atburðir í stóru myndinni. Þú stendur við hliðin á kvikustrókum frá gífunum hann út á Reykjanesi þá finnst manni þeir ekkert vera neitt litlir því að maður sjálfur er svo pínu lítill við hliðin á þeim og aflið sem að þeir standa fyrir er nú alveg mjög mikið. En við verðum líka að muna það að við höfum átt meiri gos
hjá fyrir tímum og mun stærri. Þessi gos sem út á Reykjanesskaganum í heild sinni eru búin að setja kannski upp á yfirborði svona það byrja 0,2-0,3 rúmkilometra af hrauni. Í Skaftaröldu 1783-84 þá kom upp 15 rúmkilometrar. Já, hugsaði það. Og í Eldgjárgosinu 937-940 þá kom 21 rúmkilometr. Og Þjórsárhraunið sem er aðeins eldra og er samt sem að hraunið sem er undir Selfossi og Eyrarbakka og Stokkseyri. Það er 25 rúmkilometrar. Og við vitum hvað Skaftarölda gerðu út frá bara heimildum og þeim rannsóknum sem við geta gert í tengslu við og nýtt okkur þessa heimildi til þess að byggja upp svona myndina af áhrifunum. Og það verður að segjast alveg að áhrifin eru svakalega af Skaftaröldum. Og maður getur þá rétt ímyndið bara hvað áhrifin af hinum og svona eru. Og það er alltaf þegar að þessi eldfjöll sem sérstaklega sem eru þarna á svæðinu milli Mýrdalsjökuls og Vatnajökuls þegar þau eru að fara að sýna svona eitthvað teikna virkni þá er meiri kvíði frekar heldur en tillökun sko því að maður veit hvað þau geta gert og ég er að síðast sem ég vil sjá er aðri Skaftareldar. Já, einmitt. En við vitum það að vísindin bjarga mannslífum og koma oft í veg fyrir tjón. Upplýsingar skipta mjög miklu máli og þú nýtur þeirra forréttinda að vera í stöðu til þess að hafa jákvæð áhrif á okkar samfélag. Já, það til landi greiði mér laun og mér ber skylda því að skila eitthvað tilbaka og ég reyni þetta bestu getu og vonandi hefur það bara tekist svona þokkalega og það líka alltaf gaman að geta lagt sitt að mörku til þess að auka skilning og þekkingu á þeim fyrirbærum sem að hafa áhrif á okkar líf og ef maður er tekst að koma þekkingunni eitthvað pínlítið áfram við því sem maður er að gera þá hefur maður gert eitthvað jákvætt og skila sínu eins og ég líti á það sko. Takk hérlega fyrir komuna, Þorvaldur Þórðarsson, eldfjallafræðingur. Bara takk fyrir mig. Og þá ætlum við norður í land, ekki fara langt hlustendur, góðir og áhorfendur. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.